Góðan daginn, þetta Salvör hérna og í þessari leksíu þá ætla ég að fara í gegnum iBooks sem lesari fyrir rafbækur eða e-books og fyrir iPad. Og ég smelli hérna á smámyndina, appelsínugula myndabók og hér ég komin inn í bókasafnið mitt. Og ég gæti verið með það sem stendur collection hérna. Þá gæti ég verið með, ég gæti búið mér til eins og nýja hillu í bókasafninu eða nýjan bókaskáp þar sem ég set bækur sem tilheyra einhverju ákveðnu efni. En ég ætla að hafa þetta allt hérna núna, ég bara með 4 bækur og þið sjáið að það hérna edit hérna í horninu, sjáðu þið. Og ef ég myndi til dæmis smella hérna bók sem væri í bókasafninu þá geti ég til dæmis hendin út eða fært hana sem ég vildi færa hana á einhvern annan stað. Og svo myndi ég smella á done ef ég væri búin að því. En til að lesa bók þá smelli ég bara á hana og þá opnast hún. Og hér í horninu þá sjáðu að það stendur library og ef ég smella á það þá fyrir ég aftur. Ef ég smelli á það, þá fyrir ég aftur í bókahilluna og get smellt á bókina til þess að vera á sama stað aftur. En ef ég smelli hérna við hliðina á, þá er ég að fá efnisyfirliti í bókinni. Og sjáðu, í þessari bók þá eru hún nokkrum köflum og ef ég vildi vita eitthvað séri hérna, þá get ég farið bara beint í þann kafla. Svo get ég flett bara með því að smella hérna á sitt hvora megin. Og síðan hérna í horninu þá get ég leitað í bókinni, ég get smellt hérna á og leitað og slegið inn einhver leitarorð og ég get líka merkt, ef ég fer hér þá get ég merkt einhvern ákveðinn stað í bókinni og ef ég smelli hérna A þá eru nokkrir möguleikar sem ég hef og einn er að stækka letrið. Ef ég smelli hérna á A þá get ég stækka letrið og stækka það ennþá meira og ég ætla að minnka það. Ég er bara svona að sýna ykkur hvernig maður gerir og ég geti líka ákveðið í staðan fyrir að hafa þetta svona þannig ég fletti og smelti þá get ég farið hérna að setja scrolling view og setta svona þannig að þá fer ég svona þá er þetta svona eins og vefsíða og hún er bara svona eins og renningu bókin í staðan fyrir að vera að búta niður í blaðsíður. Og blaðsíðurnar af því að ef ég er með EPUB skjal þá laga blaðsíðurnar að segja eftir tækinu. Það er ekki, textin bara flæðir þannig að hann er eftir stærðinni sem ég hef verið með hann. Það stækkar ekki og minnkar eins og PDF skjal gerir. Og ég get líka valið það er svolítið mismunandi eftir lesurum hvað maður getur valið. Ég getur valið mismunandi svona stíla, hvernig ég vil hafa þetta, hvort ég vil hafa nætustíl þannig að ég hafi hvítan bakgrunn svartan bakgrunn og kannski stafina hvíta eða brúnan og ég get líka valið hversu skýr skjárinn er. Semst ef ég er í miklu myrkri þá þarf ég kannski að láta lýsa skjáinn. Þetta var hvað maður getur gert og svo get ég líka smellt á eitthvað orð og ég geti flett upp orðinu. Ég geti leita orðinu, ég geti sett nótu við það eða athugasemd við það og afrita það og svo framvegis. Og ég ætla að fara aftur í efnisyfirlitið, bara til að rifja þetta upp. Og ég reynda með þetta stilt eins og ég fyrir hérna í hornið aftur, bara í library, bara loka þessari bók og ég ætla að opna þessa hérna bók sem nú er hún stilt að öðruvísi á scrolling view. Ég ætla að opna hana svona og þetta er bók, það fara hérna fremst í bókina. Og þetta er bók sem ég bjó til og ég sé að ég hef gert þetta eitthvað vitlaust þannig að það er ekkert efnisyfirlit hérna. Og það er bara að starta, bara einn kafli.
en var þetta svona bara sýnishorn og sagði búkollu og svo setti ég nokkra myndir og þessar myndir eru svo kallaða svona SVG myndir sem eru teiknaðar undir forriti sem heitir Inkscape og þá haldast þær jafn sko alveg sama hversu stórar og litlar myndirnar eru og þær haldast jafn skýrar hvort sem við erum að skoða þetta pínulítið á litlum síma. En þetta var semst hvernig var notaður iBooks. Hérna er ein önnur bók sem ég fann, hún var eftir Arnar Elíasson, hún var á vefsíðunni hans og hann semst bauð upp á það að maður geti hlaðið henni niður, hún var semst alveg frjáls til hver sem mátti afrita hana. Það er ekki mikið eins og af slíku efni á Íslandi en ég fann þetta, heitir Heimspeki og kvikmyndir, þannig að og ef ég fyrir efnisyfirlit í honum þá get ég semst farið inn í kaflana og ef ég ætlaði að fletta upp einu orðið þá get ég bara smellt á orðið og leitað að því líffæragjöf, sjáðu dæmi, líffæragjöf. Ég geti leitað á vefnum og ég geti leitað í Wikipedia og segjum að ég geti sagt highlight, þá ég semst ég get valið hvaða lit ég ætla að hafa svona eins og áherslupenna og byrjum við, ég geti farið og tekið þetta út og sent þetta sem þetta var einhver tilvísun, það er svona ýmislegt sem ég get gert. En ég ætla að fara í library og segjum að ég ætla að búa til nýtt safn, þá segi ég collection, new collection og segjum ég ætla að kalla það bara ævintýri, setan. Þá er komið þetta er ekki alveg rétt og það er ekkert í þessu hjá mér. Ég ætla að fara í bækur og segjum edit og velja ég ætla að setja þessa og þessa, segja move og setja það í ævintýri. Þetta var ekki rétt skrifað hjá mér. Þannig að nú er ég búin að búa til nýjan bókaskáp ævintýri. Þá er í aðalbókaskapnum bara tvennt og svo var í þessum bókaskap þá var þetta svona svipað eins og búa til möppur. En hvernig get ég náð mér í bækur? Ég get farið í ýmsa staði sem bjóða mann að hlaða niður EPUB bókum og það er nú flestur á ensku. En ef ég væri svona að byrja og ég verið að prófa þetta, get ég farið í store og hlaðið niður þessu nokkur bókum sem eru, leita ekki að leita.